Jæja, góðan daginn og verið velkomin á Mentamorgun Hæfniseturs ferðaþjónustunnar, Samtaka ferðaþjónustunnar og Markaðsstofu Landshlutana. Ég heiti Þuríður Aradóttir Brán og forstöðukona Markaðsstofu Reykjaness og ætla að fylgja ykkur hér í dag ásamt okkar góðu gestum. Á þessum mentamorgni sjónum beint að því hvernig við í ferðaþjónustunni erum og getum eflt íslensku notkun innan greinarinnar. Við erum með fullt hús góðra gesta til að leiða okkur inn í þessa umræðu og gefa okkur innsýn í þetta málefni. Ég kem til með að kynna þær inn jafnóðum, en við skulum ekki hafa minn inngang lengri og bjóðum Guðlaugu Stellu Brynjólfsdóttur til að ríða vaðið. Guðlaug aðjunkt við Háskóla Íslands og verkefnastjóri Íslensku þorpsins og hún ætlar að fara inn í og ræða við okkur, viltu tala íslensku við mig, íslensku þorp í ferðaþjónustu all land. Gerðu svo vel, Guðlaug. Já, komið sæl. Frábært að fá tækifæri til að tala við ykkur í ferðaþjónustunni það hvernig við getum stutt við íslenskuna. Ég ætla að segja ykkur frá aðferðum sem að ég brenn fyrir og tel vera árangursríkar. En síðustu 2 áratugi þá hef ég verið að kenna íslensku sem annað mál í Háskóla Íslands og víða í samfélaginu ásamt því að setja upp stuðningsvænt námsumhverfi fyrir þá sem vilja læra íslensku. Og ég fagna því sérstaklega að sjá þessar fjölbreyttu leiðir sem að þið eruð að benda á námsvefnum ykkar. Og ég vona að erindi mitt geti kveikt neista og gefið innsýn inn í það sem hægt að gera á nýstárlegan hátt. Ég ein af stofnendum Íslensku þorpsins og hef stýrt því frá upphafi. Og í þessu erindi ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvað íslensku þorpið hvernig við höfum verið að gera þetta og hvað hefur reynst árangursríkt og auðvitað það von mín að sjá og heyra af íslensku þorpum í ferðaþjónustunni land allt. Nú í þessu erindi þá tala ég aðallega til fyrirtækja sem að vilja styðja við starfsfólk með ólíkan tungumálabakgrunn sem vill læra íslensku. En auðvitað talar þetta erindi líka til allra sem vilja auka samskipti á íslensku. Já, þá það þess að þróunin og sagan. Við erum búin að vera að gera þetta lengi. Þetta ekki hrist fram úr erminni á einum degi. Það var 2012 sem að við byrjum að þróa þessar aðferðir. Síðan það Mímir sem stígur skrefið 2015 með starfstengdum íslensku námskeiðum með mentor. Svo tekur Reykjavíkurborg við og núna síðan 2022 það Mentafléttan og menntavísindasviði sem að hefur verið með námskeiðin okkar fyrir erlent starfsfólk í leikskólum land allt. Fræðilegu grunnur íslensku þorpsins. Við byggjum á rannsóknum í annarsmálsfræðum sem að sýna það að tungumálanám félagslegt fyrirbæri og það þýðir með öðrum orðum að það hægt að læra tungumálið í gegnum samskipti. Og að tileinkun tungumálsins getur átt sér stað í gegnum samskipti sérstaklega þar sem tungumálið sett í samhengi við aðstæður og þáttakendur sem eru að eiga samskiptin. Og það skiptir máli að viðmælendurnir að þeir séu með á nótunum hvað að gerast af því að viðmælendurnir geta haft áhrif á tungumálanámið eða þessa svokölluðu máltileinkun. Og það mikilvægt að þetta gerist í raunverulegum aðstæðum þar sem að það sem þú segir hefur afleiðingar, raunverulegar afleiðingar.
Já, íslensku þorpið, þetta var svona örstutt að sýna ykkur hvað þetta er. Þetta er kennsluverkefni í íslensku sem öðru máli og hér er svona dæmi það hvernig við höfum verið að gera þetta í þessi 12 ár. En þetta, það sem að þarf alltaf að gera fyrst, það er að semja við einhvern hóp, það getur verið einn einstaklingur en það geta líka verið fyrirtæki það að taka á móti nemendum okkar og tala íslensku. Sýna þolinmæði og brosa og takið eftir, það er mjög mikilvægt og að leyfa nemendum okkar að taka samskiptin upp. Að því eins og ég segi, þetta er kennsluverkefni og við notum reynslu nemenda í samskiptunum sem eitt af því námsefni sem að námskeiði býður upp á. Þannig að það eru svolítið nemendurnir sem að koma líka með námsefni á námskeiðin. Og það sem er afar mikilvægt er að starfsfólk og mentorar fái fræðslu og upplýsingar þátttökuna. Og ég legg mikla áherslu á það. Þetta gerist ekki svona með einum smelli, þetta er ekki eitthvað svona hókus pókus, það þarf að huga vel að því hvernig við gerum þetta. Nú í íslensku þorpinu hafa verið ýmsir aðilar eins og þið sjáu hérna á glærunni. Það sem skiptir máli að þeir sem taka þátt, þorpið er aðlagað að þeim nemandahóp sem við erum með, hvað sem er að einn nemanda eða 2 nemendur. Og við segjum að íslensku námi sé þannig gert merkingabært með þessum aðferðum, hagnýtt og skemmtilegt. Markmiðið með þessu, með öllu þessu veseni sem þið fáið að sjá aðeins meira af á eftir, það er að skapa stuðningsvænt umhverfi, námsumhverfi fyrir þá sem eru að læra íslensku og að hjálpa þeim til þess að auka hæfni sína til að taka þátt í nær samfélaginu. Þannig þetta er ekki bara verið að kenna íslensku, heldur er þetta líka inngildandi aðferðir. Og það sem að skiptir svo miklu máli og við bara höfum ekki verið að horfa nóg til að nýta öll tækifæri sem að gefast til samskipta á íslensku. Og svo líka bara þetta, að auka samlíðan með þeim sem eru að læra málið, að setja sig í spor þeirra sem eru að læra málið. Nú, ég ætla að dvelja aðeins við þessa glæru, þetta er eiginlega svona uppáhaldsglæran mín í þessum glæru pakka og hún er jafnframt einföldust. Þetta er tungumálasamningurinn sem að ég tel og við teljum vera lykilinn að því að íslenska sé notuð í samskiptunum. Þetta er einföld spurning, þetta er kurteisi, viltu tala íslensku við mig? Þarna er verið að bjóða upp á samskipti og óska eftir samskiptum á kurteisan hátt. Við kennum öllum nemendum okkar þessa setningu mjög fljótlega í byrjun námskeiða þegar byrjendur er að ræða og við í öll þessi ár þá sjáum við ótrúlega hluti hafa gerst með þessari einföldu setningu, spurningu. Einfalt getur nefnilega líka verið gott. Nú, hvað gerist þarna? Það er verið að semja, þetta er samningur, að vera að semja að tala íslensku og þá eru meiri líkur á því að enska verði minna notuð eða helst ekki neitt notuð í samskiptunum. Nú, þetta gefur málnemanum tækifæri til þess að vera nemandi, gera kannski smá villur, jafnvel að fá einhverja leiðréttingar, allavega stuðning og bros. Nú viðmælandinn, þetta gefur honum leyfi til þess að aðstoða ef hann vill gera það og við höfum í könnunum og öðru gegnum árin þá eru bara íslensku mælandi einstaklingar, Íslendingar bara mjög glaðir þegar við fáum þessa spurningu, viltu tala íslensku við mig? Það eru eiginlega bara allir til í það og finnst það gaman. Svo kem ég hérna með glæru sem ég var svona ekki alveg viss hvort að ég ætti að hafa með en langar samt til að staldra aðeins við. Tungumálasamningurinn, hann er ekki nóg. Það tekur langan tíma að læra tungumál. Og hér sjáðu til dæmis evrópska tungumálaramman, þessi hæfnistig frá A og upp í C, A1 og A2, það eru svona byrjendurnir og þeir segja að það tekur 150 klukkutíma
að læra málið þokkalega, að vera komin þá að geta verið ágætt spyrjandi og þetta bara 1 ár, 1 vetur. Bara svo að við áttum okkur öll á því að það tekur tíma og það kostar að læra tungumál. Og þá það að þessari glæru sem að í rauninni allir eiga að eiga. En þetta í rauninni bara dæmi glæru. Þetta dæmi frasa sem að bara allir þurfa að hafa til taks. Auðvitað misjafnt hvers eðlis ferðaþjónustufyrirtækin eru, eða bara þjónusta yfir höfuð En einfaldir frasar þurfa að vera á áberandi stað, vonandi sett upp hjá auglýsingafyrirtæki sem að gera þetta fallega og áberandi, en svona dæmi setningar sem að við getum notað í einföldum samskiptum. En þá komið að mentorakerfinu og mentorakerfið, mentorakerfismenningin ný á Íslandi. Og þetta svo, ég sagði hann, þetta ekki einhverja hókus-pókus lausnir, það þarf að horfa til margra þátta og fyrsta og aðalmanneskjan þarna stjórnandinn, það hann sem að leggur línurnar og framkvæmir svona mentorakerfi og sér stuðning. Nú mentorarnir, þeir eru lykillinn að íslenskunni á vinnustaðnum. Nú það þarf að vera eitthvað námskeið sem að styður við svona mentorakerfi. Netnámskeið eða staðnámskeið, nú kennsluvefur með einhvers slags sjálfsnámsefni, en það þarf að vera stuðningur við þetta mentorakerfi. Nú svo það þarfagreiningin og aðlögunin og næsta glæra, hún það væri hægt að eyða heilum degi, ég segi það ekki, eða nokkrum góðum klukkutímum að útskýra þessa samskipta hönnun. Svona dæmi notum við þegar við setjum upp mentorakerfi á vinnustöðum eða fyrir skóla eða námskeið. Það þarf að horfa til margra þátta. Nú þeirra sem að læra, kennarans, mentorsins, þið sjáu þarna íslensku þorpi í miðjunni, svona aðlagað að hópnum þar sem við skoðum hverju samskiptatækifærin, það allt kortlagt, hvað þetta að gera, svo sjáu þið töskuna, hjálpartækja töskuna sem þarna lengst til hægri, þar eru verkefni, þar eru tól og tæki fyrir alla til að nota. Örstutt af þessu námskeiði sem hefur tekist einstaklega vel og þetta mentornámskeið sem að Menntafléttan hefur verið með fyrir erlent starfsfólk í leikskólum, hefur verið með þetta núna í nokkur ár og þetta það sem fagtengd fræðsla og íslensku kennsla. En mig langar til þess að ég sjáu þarna aðeins neðst að stendur námsferlið þrískipt, þetta gífurlega mikilvægt. Þetta snýst allt það að það verið að undirbúa samskipti, það verið að eiga samskipti og það verið að vinna úr samskiptum. Þannig að þetta ekki bara farið þjá og talið saman með eitthvað rosalega skemmtilegt, það kannski eitthvað góða mat, eitthvað sem að jú, við gerum líka, en þarna fæið sett í fyrsta sæti og íslenskan aðlöguð að fagtengdu fræðslunni. Örstutt það, við hefum gert kannanir í lok þessara námskeiða í gegnum árin og það svona tvennt sem ég langar til þess að sýna ykkur á næstu 2 glærum. Það augljóst að stjórnendur og mentorar sjá breytingar hvað varðar sjálfstraust þáttakenda í starfinu. Þegar þeir sem að læra máli fá stuðning, að þá gengur þetta betur. Þá gengur betur að læra málið. Nú og svo hvort hafi orðið var við framfarir í íslensku máli, þá þetta áberandi margir sem að segja það. Síðasta glæran, framtíðin, til hamingju með málstefnuna sem í vinnslu hjá okkur eða að komast á koppinn, algjörlega frábært og ég ætla bara að minna ykkur á það að það mikil þörf á starfstengdum íslensku námskeiðum og ekki gleyma með mentor sem sér stað á vinnutíma. Þetta eru inngildandi námskeið, þau eru í samhengi við vinnustaðinn og það eru greinanlegar framfarir í sjálfstrausti og notkun íslenskunnar. Takk fyrir.
Kæra þakki fyrir þetta, Guðlaug. Næst ætlum við að fá hana Hörpu Björg Guðfinnsdóttur, mannauðsstjóra hjá Reykjavík Sightseeing og tengdum félögum. En hún ætlar að fara í það verkefni að það skilja allir ensku. Hlakka til að heyra, gjörðu svo vel. Komið sæl, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Ég fagna mjög þessari umræðu hvernig við getum stutt við íslensku í ferðaþjónustu og er mjög ánægð að fá að taka þátt í þessu samtali. Það má segja á mínum vinnustað þá erum við svona rétt að hefja þessa vegferð, við erum svona stíga bara okkar fyrstu skref. Þannig að ég ætla að segja ykkur frá því af hverju við erum að hefja þessa vegferð, að byrja að kenna íslensku okkar erlendu starfsmönnum og hver okkar fyrstu skref eru. En fyrst örstutt vinnustaðinn og hvernig starfsmannahópurinn er samsettur. Já, við erum samstæða ferðaþjónustu fyrirtækja, bjóðum upp á fjölbreyttan akstur og leiðsögn, dagsferðir, hópaferðir, akstursþjónustu og auk þess erum við með eitt hostel. Þarna sjáum við logoinn okkar. Fólkið okkar við erum mjög fjölbreyttan starfsmannahóp sem dreifist á nokkar starfsstöðvar og þarna sjáum við að heildarfjöldi starfsfólks eins og staðinu núna eru 364, það getur verið örlítið breytilegt eftir tímabilum. 80% starfsfólks eru karlmenn og 20% konur, þannig að það hallar töluvert á konur og það er engin sem skilgrein sem annað en karl eða konu. Við erum með hátt hlutfall starfsfólk af erlendum uppruna eins og mörg önnur ferðaþjónustu fyrirtæki. Hjá okkur eru 46% starfsfólks af erlendum uppruna. Og þetta hlutfall náttúrulega endurspeglar nokkuð vel bara íslenska vinnumarkað þar sem að innflytjendur voru 23% af íslensku vinnumarkaði árið 2023. Fyrir utan Ísland þá eru starfsfólk af 30 þjóðernum. Langflestir þeirra koma frá Pólandi eða 49% þeirra, 10% frá Litáen, 7% frá Rúmeníu, 4% frá Úkraínu. Þannig að 23% alls okkar starfsfólks kemur frá Pólandi, sem er alls hátt hlutfall. Og svo ég get tekið sem dæmi bara á skrifstofunni þar sem ég er staðsett í Klettagörðum, þar sem við erum 29 manns, þetta er skrifstofufólk og vaktstjórn. Það eru 52% af erlendum uppruna og við erum að samtals 9 þjóðernum. Þannig að hópurinn okkar er mjög fjölbreyttur, við getum sagt það. Enska er tungumálið sem að oftast er notað. Við gerum kröfu lágmarkskunnáttu í ensku, en stór hluti starfsfólks er auðvitað þjónusta erlenda ferðamenn þar sem að tungumálið sem oftast er talað er enska. En við erum með fjölbreytta starfsemi og við erum til dæmis með akstursþjónustu eins og ég kom inn á áðan, þar sem að þjónustur þeir eru oftast íslenskir og oft á tíðum fólk sem að talar litla sem mögulega enga ensku. Þannig að mikilvægt að samskiptin fari fram á íslensku. Þannig að mikilvægt að starfsfólk kunni þar allavega grundvallaratriði í íslensku. Hvað mig sjálfa varðar þá leggjum mikla áherslu á það að allt efni sem að fer frá mér, hvort sem það er á workplace eða annar staðar, tilkynningar, leiðbeiningar eða annað efni, að það sendi ég bæði út á íslensku og ensku. Það gera flestir aðrir líka en auðvitað þeir sem eru enskumælandi og með takmarkaða kunnáttu í íslensku, þeir senda upplýsingar út á ensku. Ég nefndi fyrir nokkru síðan við samstarfsfélagi minn sem eru íslensku bergi brotin að við þyrftum að fara að koma á íslensku kennslu hjá okkur fyrir starfsfólk af erlendum uppruna, en svarið sem ég fékk var til hvers, það skilja allir ensku. Það væri miklu gáðulegra að kenna bara ensku. Langflestir okkar starfsmanna þeir eru að þjónusta ferðamenn sem að flestir skilja ensku, skilja ekki íslensku. Og ég er svo innilega sammála það að það myndi efla starfsfólk okkar eða mörg þeirra að læra ensku, en það breytir því ekki til afar mikilvægt að læra líka íslensku. Og við leggjum áherslu á íslensku kennslu og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Af hverju að bjóða upp á íslensku kennslu? Mannauður er mikilvægasta auðlind fyrirtækja, það er engin spurning það vegna þess að allir vinnustæðir þeir byggja á starfsfólki. Við höfum að hlúa fólkin okkar, því með ánægðu og áhugasömu fólki þá er þetta að ná ótrúlegum árangri. Það að bjóða upp á íslensku nám þeim að kostnaðarlausu er fjárfesting og það er fjárfesting í starfsfólki. Það er fjárfesting sem hjálpar vinnustæðum að þróast, blómstra, skapa ný tækifæri, laða að og halda í hæft starfsfólk.
Það oft talað að tungumáli sé lykillinn að samfélaginu, bætt íslensku kunnáttar styrkir starfsfólk einnig á öðrum vettvangi, það eflir þáttöku þeirra í samfélaginu, það hjálpar því almennt að fóta sig hér á landi og þetta því bæði gagnlegt fyrir vinnustæðin og starfsfólki sjálft. Eins og getur sagt á slæmri íslensku, þetta vinn-vinn, það engin spurning. Samkvæmt nýlegri úttekt OECD á stöðu innflytjenda á íslensku vinnumarkaði hefur innflytjendum fjölgað hlutfallslega mest á Íslandi síðastliðin áratug af öllum ríkjum OECD og í úttektinni bent á að íslenskan sé einmitt lykilatriði við að skapa inngildandi samfélag og getur brotið niður marga þær hindranir sem innflytjendur standa frammi fyrir. Tungumálanám getur bæði stutt við fólk félagslega og á vinnumarkaði. Ég vil því halda þér fram að það sé samfélagslega ábyrgð fyrirtækja að bjóða upp á íslenskunám fyrir starfsfólk af erlendum uppruna. Og það að lítil sem engin íslenska sé tölu á vinnustaðnum, það ekki starfsfólki af erlendum uppruna að kenna, vil ég meina, heldur okkur hinum. Enska er yfirleitt töluð því á Íslandi tala og skilja flestir ensku, svo ég tala nú ekki þá sem starfa í ferðaþjónustu. Þar kunna flestir ensku, allavega einhverju leyti. Og ég held að við notum ensku því það einfalt, það fljótlegt, það þægilegt. Við höfum ekki þolinmæði að láta á að reyna að tala íslensku við starfsfólk af erlendum uppruna. Ég held að það sé grundvallar atriði. Áhuginn held ég að sé til staðar hjá starfsfólki af erlendum uppruna. Ég ætla ekki að fullera það við allir jafn mikinn áhuga að tala og læra íslensku, en klárlega áhuginn til staðar. Og ég held að séu töluvert fleiri en við gerum okkur grein fyrir sem hafa mikinn áhuga að læra íslensku. En ég sannarlega finn fyrir áhugann, ég get alveg staðfest það. Það sem við hin verðum að gera að sýna þolinmæði og umburðarlyndi, viðurkenna það í lagi að tala íslensku með hreim og það í lagi að tala íslensku sem ekki fullkomin. Nú eins og ég kom inn á áðan, þá erum við á mínum vinnustað, við erum svona rétt að hefja vegferðina. Þannig ég ekki með reynslusögu fyrir okkur, áralanga reynslu af því hvernig þetta hefur reynst. En við fyrir nokkur síðan þá sat ég í hádegismat á skrifstofunni með vinnufélögum og í samtalinu kom fram að ég semst íslensku kennari í grunninn. Ég grunnskólakennari. Það lifnaði þarna yfir nokkrum. Ég var spurð að því hvort ég ætlaði ekki vera með íslensku kennslu fyrir þau eða öllu heldur hvenær ég ætlaði að halda námskeið. Ég hef ekki ennþá haldið námskeið fyrir þau, spurning hvort að ég taki það að mér að fá einhvern annan í það. En við höfum mikið veltus fyrir okkur, hvernig við að fara af stað, hvar við að byrja, hvaða leiðir best að fara í íslensku kennslu. Við erum núna nýbúin að bjóða öllu okkar starfsfólki öllu starfsfólki af erlendum uppruna aðgang að stafræna íslensku kennarunum bara að tala. Þá kom að fara þá leið, að byrja þar. Ég heyrði að bara tala fyrir nokkru síðan, þar sem að vakti sérstaklega áhuga minn að í bara tala bæði að finna þennan almenna orðaforða en líka starfstengdan orðaforða sem byggður hefur upp í samvinnu við vinnustæði, við vinnumarkaðin. Þannig að þarna byggist upp orðaforða sem innflytjendur þurfa í sínum störfum til að geta haldið upp í grundvallar samskiptum og það var það sem heitlaði mig mest. Nú þegar inni bara að tala orðaforði fyrir ferðaþjónustu, það meðal annars flokkur fyrir rútubílstjóra og skrifstofafólk, svo eitthvað sé nefnt. Og það sem spennandi við þetta að eitt af mínum eða okkar verkum framundan að setja saman orðalista fyrir sérsniðin á okkar starfsemi og koma honum inn í bara að tala. Og mér dettur strax í hug orðaforði sem tengist vaktstjórn því að það hefur stundum verið kvartað undan því að stundum heyrist í talstöðinni tölu pólska og það er náttúrulega helgast af því að það eru margir pólskumælandi og þau tala sín á milli. Þannig að það væri eitt verkefni að setja saman orðaforða tengda vaktstjórn, hvaða orð og orðasambönd skipta mestu máli þar. Mér finnst líka mikill kostur að ég sem manneskjórinn hef aðganginn í bara að tala að stjórnborði þar sem ég get fylgst með notkunni og mér hefur verið bent á það að reynslan sýni einhver hluta vegna að konur eru duglegir að nota bara að tala. Það sjúga þetta í sig marga hverjar og klára efni jafnvel á mettíma. Og það sem hátt hlutfall eða 80% okkar starfsfólks eru karlmenn að þá gæti þetta orðið stór áskorun. Nú hvað framundan? Eins og ég kom inn að þá bara að tala, þetta bara ein leið við að kenna starfsfólki íslensku og það skiptir auðvitað mjög miklu máli í þjálfun og fræðslu að við notum fjölbreyttar leiðir því að það hentar ekki það sama fyrir okkur öll. Við höfum prófað á skrifstofunni eða það var öllu heldur að frumkvæði einn starfsmann okkar
að setja upp á töflu á skrifstofunni orðvikunar eða orðatiltæki sem dæmi hvað merkir jæja í íslensku. Jæja merkir ótrúlega margt í íslensku. Það fer eftir í hvaða samhengi það er sagt, í hvaða tón og á hvaða tilefni. Og hvað eiga Íslendinga við þegar þeir segja alltaf þetta reddast. Þannig að þetta eitthvað sem ég sé fyrir mér að við eigum að halda áfram að vinna með, en þetta næru þetta til takmarkas hópstarfsfólks, þannig að þetta eitthvað sem við eigum að deila með öðrum líka. Og þá höfum við leiðin eins og workplace sem allir eru að nota eða flestir nota daglega. Þannig að það var hægt að nýta það. Nú ég vona líka bara eftir daginn í dag, þá verð ég komið með fleiri hugmyndir, kannski ekki síður innblástu til að halda áfram á þessari vegferð, að halda íslenskuna á lofti og ég nú þegar komið með hugmyndir eftir fyrstu kynninguna íslensku þorpið og mentorakerfið, þannig að ég er sannfærð það að ég verð komið með fleiri hugmyndir í lok dags. Nú ég starfaði sem fræðslustjóri í rúman áratug og veit að það er áskorun að ýta undir þátttöku starfsfólks í fræðslu. Það skiptir ekki máli hvort við erum að tala staðarfræðslu eða stafræna fræðslu og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Ég segja þessi ekki endilega áhugaleysum að kenna, ég held að þetta snúist fyrst og fremst að þetta er samkeppni tíma fólks. Við erum öll önnum kafin, það er mikið áreiti frá umhverfinu og þetta kallar alltaf forgangsröðun. Að ég gef mig tíma í að læra íslensku, ég gef mig tíma í að tala íslensku við fólk af erlendum uppruna. Ég gaf út þau skilaboð þegar ég sendi út aðganginn að bara tala sem var nú reyndar bara í síðustu viku, þannig að ég segi það er ekki komin mikið reynsla á þetta ennþá. Að ég sendi út þau skilaboð að það gæti verið markmið að gefa sér 5 mínútur á dag í að fara inn í bara að tala, fara í gegnum nokkur æfingar og það geti verið annað markmið að tala nokkur orð eða segja nokkur orð á íslensku þann daginn. Og þá getur það verið markmið fyrir okkur hin sem eru aðra en af erlendu bergi brotna að tala við þá sem eru að læra íslenskuna. Þannig að það getur verið markmið líka. Við þurfum líka að sýna þolinmæði, við þurfum að hlusta og við þurfum að gefa fólki tækifæri til að æfa sig. Þannig að ég veit að ég kom með verkefni og verkefnið er að halda fólki við efnið, finna nýja leiðir til þess að styðja við íslenskuna og íslensku kennslu. Það þarf að minna fólk minna þá að nota til dæmis bara að tala, nýta það sem þau hafa lært. Og það má kannski frekar segja að það er ekki ég ein, heldur við á vinnustaðnum erum komið með verkefni að halda íslenskuna á lofti því þetta eru auðvitað samstarfsverkefni. Eins og áður hefur komið fram, þá vantar ekki áhugan hjá fólki af erlendum uppruna. Við þurfum að hætta að segja, þau nenni ekki læra tungumálið, áhugin er til staðar, við þurfum að styðja þau og hvetja. Takk fyrir mig. Kæra þakkir fyrir þetta, Harpa. Nú næst á mælendaskrá er Nicole Mosti. Hún er sérfræðingur hjá Hæfnissetur ferðaþjónustunnar. Gjörðu svo vel. Góðan dag og takk fyrir þessa yndislega fyrirlestur hérna á undan mig. Ég fyllist af stolti og von fyrir okkur öll. Spennandi tíma framundan. En við hjá Hæfnissetur ferðaþjónustu, við viljum deila með okkur köfun í því að finna efni til þess að styðja við það að þetta rættast hjá okkur. Ekki rettast, heldur rættast sem starfi í ferðaþjónustu. Og við veldum fyrir okkur, kannski bara deila með ykkur þessar setningur, það er hótelstjóri hér á landinu sem þakkaði okkur fyrir að fara þessi vegferð með að finna efni og gera þetta aðgengileg með að segja þetta er frábært að vita hvað við megum og eigum að gera til þess að efla notkun íslenskunni. Við á Hæfnissetur ferðaþjónustur hafa það hlutverk að starfa á forsendum ferðaþjónustur við að efla hæfni og gæði og íslenska ferðaþjónustu. Og það er mjög mikilvægt að fólk skilja bara þessi leiðangur okkur við að vinna með íslensku er til þess að styðja við, hvetja, efla, verða ykkur til halds og traust þegar kemur að því að vinna með íslenskunni. En hvað með íslensku? Hér sjáum við fyrirsagnir, þetta er umdeilt varðandi ferðaþjónustu, en það ætti ekki að vera það. Eins og Lilja Alfreðsdóttir, fráfarandi ráðherra í málaflokka, segir íslenska má ekki verður sundudragna afli okkur samfélagi, en á því er hætta ef við bregðumst ekki rétt við, og það erum við að reyna að gera hér í dag. Og
ég hef unnið lengi með menningunæmi og ég segi það sem við nótum stundum til að sundra okkur nákvæmlega það sem við hefum nótið til þess að sameina okkur og íslenska svo sannarlega það. Við eigum til alls konar lög og reglur hér á landinu sem varður íslensku og mikilvægt að við vorum að nóta þess sem undirstöðu fyrir það sem við vorum að gera og ég vildi draga fram það að við erum með það sem heitir íslenska málstefna frá 2021-2030 og þar rætt sérstaklega jákvætt viðhorf til íslensku í atvinnulífunni og þar líka tekið fram ferðaþjónustu að æskilegt að viðhorf atvinnulífsins sé alltaf á þann veg að það sé fengur í því að bjóða viðskipti og þjónustu á íslensku en hafa ensku samhliða eftir því sem þörf krefur. Svo það enginn að segja einn þarf að víkja fyrir hinn, að við finnum leið til þess að nota ensku og íslensku saman við að efla það sem við gerum og gerum vel í ferðaþjónustunni. Eftir, við þurfum að viðurkenna það að við megum og eigum og niðurstöður rannsóknir þeir bendi til þess hvernig hindrunir sé fyrir fólk að læra íslensku og hér á Glærinnar við sjáum það að þegar fólk voru spurðir íslensku kunnáttu þeim taldi að íslensku kunnáttu mjög lágt en sjáu þau hvernig þeir líta á ensku að þeir tala ensku mjög vel mörg þeirra eins og Harpa bendi okkur á koma frá önnur land. Ensku líka önnur tungumál. Viljum við skapa þeim umhverfi þá sem val á milli önnur tungumál ensku fram yfir íslensku eða viljum við kannski ná jöfnuðu í þessum sölum að við treystum því að okkur íslensku og ensku eflast af jöfnuðum. Og hindrunar sem meðal annars sem hefur verið nefnið sem hafa áhrif á viðhorf okkur til að læra og hvernig við metum okkur eigin færni á íslensku þurfa að sækja íslenska nám utan vinnutíma fyrir ofan það að ala upp okkur börn og annað skort á stuðning við að æfa eða tala íslenska daglega og svo líka kostnaður og þetta allt hlutunum sem við sem samfélag, við sem vinnuveitendum, við sem félagar þeim sem starfa hjá okkur getum haft áhrif á. Og svo þá við þurfum að þóra að finna leiða fyrir fyrirtæki til að taka þátt í að bjóða starfsfólk upp á og tala íslensku í hvetjandi starfsumhverfi. Ég hef oft notið hugtök öruggt starfsumhverfi, auðvitað erum við mér öruggt starfsumhverfi en erum við með öryggi til þess að ekki þurfa að telja okkur hugrekk fyrir að æfa íslenska. Starfsumhverfi hvetjandi svo við teljum það bara gaman að tala íslensku, gaman að gera mistök og læra af þeim og halda áfram. Og svo eftir að vil starfsfólk læra íslensku. Ferðamála deltur hjá Háskólum og Hólunum framkvæmdi rannsókn 2021 þar sem þeim sem reka fyrirtæki voru spurður og sjáu þið hér kukkunni. Flest allir vilja læra íslensku. Þeim sem vilja ekki læra íslensku, 47% átt ekki við því þau átt ekki erlend starfsfólk. En hinum það voru bara 10% sem yfirleitt voru ekki með áhuga fyrir því. En það eitthvað sem við getum snúa við með því að bjóða upp á viðeigandi stuðning, með því að vera hvetjandi, með því að skapa þann umhverfi þar sem það gaman að læra íslensku. Svo kemur að ferðamennum. Hvað með þeim? Hvað með gestunir okkur? Við erum allt ferðast. Nýlega búin að fara til Parísar og það fyrsta sem ég segi bara bonjour. Við viljum læra og við viljum að gestirnir sem koma til Ísland taka heim með sér þessi arfleif, okkur menningulega arfleif íslensku og við finnum það þar sem við fólk reyna að segja takk eða hvernig segja þetta á íslensku, þetta bara gaman. Marga ferðamenn vilja upplifa þetta sanngildi og við erum með ferðamálstefnur sem segir að við ættum að vinna að því. Íslenskan kjarni af slíkri upplifun. Við deilum þessi með okkur gestirnar.
Og hérna sem dæmi ég sett inn myndbönd ef þið sjáu glærana setna, þeir eru hjartanlega velkomnum til þess að skoða þetta, það gagnast okkur starfsmönnum líka, ýmis frassar sem þeim eru kleift að nota. Bara sem dæmi, ég starfið hjá flugleiðar áður en ég flutti til Íslands og þar lærði ég að tala við íslenska ferðamenn í Bandaríkjunum þeirra vegabréf, hversu margir taskar þau átti og skoðum góðu flug, að það er allt eitthvað sem við getum haft sem stefni í okkur fyrirtækjum. En af hverju erum við að skipta okkur hjá Hæfnisetur af íslenskunni? Og það er einfallega vegna þess að staða íslensku tungur verður best treyst með því að nota íslensku sem víðast í íslenska samfélag og sem fjölbreytilegan hátt. Og við höfum það að markmið með þessi efni sem við búum til fyrir afnót fyrirtæki í ferðaþjónustu. Og enn og eftir vil ég draga fram að við starfum á forsendum ferðaþjónustu við að efla hæfni og gæði. Við erum hér til hals og traust. Við viljum vinna með ykkur. Og svo er það að krafa er til staða. Áherslur og stefnur hjá yfirvöldum og í samfélag segir okkur, það er ráðherranefnd sem er nýlega búin að gefa út skýrslu aðgerðir varðandi starfstengt íslensku. Og ferðaþjónusta er eitt stærsta atvinnugrein á Íslandi. Lög stuður íslenska tungu segir að íslensku er okkar sameiginlegt mál og allir sem búsettur hér skuli eiga þess kost að læra og nota íslensku til almennar þáttöku í íslenska þjóðlífi. Þetta er ákall til okkur öll. Og við þurfum að finna leið áfram. Og hvað erum við að gera? Einn af verkefnum okkur er að vinna að auknu nótkun íslenskunni í ferðaþjónustu og stuðla sýnileiki tungumáls í samstarfi við fyrirtæki. Við erum með fagorðlistunum sem eru aðgengilega á vefsíðunum okkur, sem hægt er að setja upp og líka nota rafræna hátt til þess að læra framburði. Og svo hér er eitt skemmtileg mynd sem kom úr samtal við einn af fyrirtækjum í greininum, Hótel Vellur og Hafnarfjörður, þar sem við áttum samtöl hvernig við getum haft það sýnileiki og hótelstjóri segja, já, við erum að leika með hugmyndum og orðvíkunni og við rættum það og við sagðum bara, en af hverju ekki hafa þetta líka aðgengilega gestum? Svo nú þegar við mættum á Hótel Vellur, þá sjáum við að orðvíkunni í þessari viku er ljómandi sem þýðir brilliant og við getum notað það innan starfshóps og með gestina. Og hvernig erum við að styðja við? Hvernig er Hæfnisetur að fara af þessu? Við ákveðið og farið í kaf við að auka aðgengi af upplýsingum íslensku nám. Hvar það fer fram, hvernig það fer fram, hvar þið sækja fjármagn til þess að gera það, öll fjölbreyttu leiðir sem til að nálgast íslensku nám. Við aukið aðgengi af upplýsingur stuðning við talþjálfun og nótkun máltækni og þegar við segjum talþjálfun, það er leiðir til þess að tala saman. Við tekið saman hagnýta leiðir til þess að nóta íslensku frá degi til dags. Við erum að veita hagnýta ráð leiðir til að stuðla nótkun og sýnileiki íslensku. Svo höfum við lagt rækt á að búa til sníðmátt. Einföldi nótkun að málstefna sem er aðlögð að samstarfi starfsumhverfi ferðaþjónustu. Hérna er okkar hagnýta leiðir, styðja og hvetja starfsfólk að læra íslensku. Þarna liggjum við fram með eins og Harpa var að gera með að sækja aðgang af námskeið, hjálpa starfsmenn að sækja styrk, að vinna leiðir til að koma fólk í nám, tengist sjálfsnám, veiti þeim aðganga upplýsingur það. Þá er það að nota starfræna lausnir og það er ekki bara til þess að kaupa okkar námskeið, það er það að kannski bara setja á browserinn okkur við móttöku íslensku orðabók. Svo fólk hafi aðgang af alls konar máltækni sem til staða. Koma á tungumálamentarkerfi eins og Guðlaug Stella sýnt okkur svo frábærlega frá. Upplýsa erlend starfsfólk. Vitið þið að í lög atvinnuleyfi útlendingu, það er ákvæði það að við berum skyldur til þess að upplýsa starfsfólk af íslenskukennslu sem stendur þeim til boða. Bara smá fræði. Sýnileg íslensku, nótkun orðvíkuna, eins og greinilega víða gert og okkur listunum og annað, bara finna leið til að hafa íslensku sýnileg
Og bara munna það, íslenska mér hljómkennt, svo við sjáum orð, við eigum að geta bera það fram og það hjálpar okkur rosalega. Hrós og viðurkenning á vinnustæðum hafa smá samkeppni, hver best til þess að styðja við íslensku, hvernig gengur til að efla því. Samskipti við viðskiptivinnunum, munna að heilsa gestina okkur og fólk sem koma á íslensku, fylgist með íslenskum miðlum, þróa að gera kröfu og svo málstefnu. En íslenska nám og stuðningur, þar mörgum leiðum, fræðsla aðala, þar sjálfsnám, eins og ég nefni áðan, þetta einfalt að standa starfsfólk til boði, óháð búsettu og vinnutíma, þannig námsefni og rafræna, það samfélagstengt íslenskukennslu og þjálfun, eins og Guðlaug nefna og þegar við kannski líka gefum íslenska sjens sem að fara víða Vesturlandi og svo aðgengilega upplýsingar námskeið og fræðsla aðila hefum við tekið saman. Hér til dæmis á vefsíðan hæfnisetur.is með námskeiði ferðaþjónustu og með því að fara í flettu veldu fræðslusvið sjáum við íslensku kennslu. Þar kemur upp öll fræðsla aðalar sem hægt að sækja styrk fyrir. Með því að velja stafræn þá kemur upp ýmislegt varðandi stafræna lausnir varðandi íslensku kennslu. Og varðandi stafræna lausnir, hér bara smá sort af það sem í boði, það bara að tala, það nútíma orðabók, tvíkir einstaklingsmiða sem starfsmenn getur sókt sjálf og tala við, málstaður sem orðin bara á brásarinn hjá mér, það veitir aðstoð með að leiðrétta tungumál, með framburður, nútíma orðabók þar og svo Play Your Way to Iceland verkefni á vegum Mímir, þar sem það líka menningulega tengt íslensku fræðslu. Þá það málina. Málstefna sem við settu fram fyrir ykkur til þess að marka sínum málnótkun. Við í raun og vera að segja við ætlum að gera. Fyrirtækja setti markmið. Við veitum það. Við með stefnu jafnrétti. Við setjum okkur markmið hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að gera það. Hér bara hagnýtt leiðir fyrir ykkur að efla þessi málnótkun og viðhorf til tungumála innan fyrirtækja. Og það inniheldur skýra leiðbenningur hvaða aðstæðum málstefnu stuðla því að auka virði og gagnsemi, tilgang íslensku fyrir fyrirtækjum. Og þetta aðgengileg og einfalt. Hér málstefnan. Fyrir inn í vefræna gáttinn hjá okkur. Mér einfalt með helstu atriði hvað tungumál við nótum hvenær, hver það gildur fyrir, hvernig við stendum af því að bjóða upp á íslensku kennslu og stuðningur fyrir starfsmenn og hvernig við ætlum að fylgja því eftir. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og óska ykkur velgengni með að halda íslensku á lofti. Kæra þakki fyrir þetta, Nicole. Þá komum við að síðasta erindinu hjá okkur í dag og ég ætla að fá Alexandru Leonardsdóttur. Hún með sér fræðslu og inngildingu hjá ASÍ. Gjörðu svo vel. Komið í sæl. Virkilega gaman að vera með ykkur, sérstaklega að ég lít á sjálfa mig alltaf sem innflytjanda og líka fulltrúa launafólks hér á landi sem eins og hefur komið fram hér í dag annars var 50 eða sem sagt helmingur allra starfsmanna ferðaþjónustunnar og 1/4 vinnumarkaðarins á Íslandi. Þegar ég kom til Íslands, mitt fyrsta starf var líka í ferðaþjónustu og sagt að segja, ég náði ekki að læra neitt á meðan ég vann hjá ferðaþjónustu en tíminn hefur breyst sem betur fer og nú við að velta því fyrir okkur hvernig getum við nálgast í rauninni starfsmenn á þessu vettvangi. Og mér langar í rauninni að tala örlítið þessa fullyrðingu sem ég fæ að heyra á minni skrifstofu þar það kemur til samtals við atvinnurekendur, sérstaklega hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Að það í rauninni borgar sig ekki að fjárfesta í íslenskuna og langflestir koma til styttra tíma í 3-4 mánuði hafa engan áhuga á því að læra íslensku, þau bara vilja ekki læra íslensku. Mér langar aðeins að við séum að velta fyrir okkur hvað getur valdið þessari fullyrðingu.
eins og það hefur komið fram hjá langflestum fyrirtækjum, sérstaklega stærstum fyrirtækjum, þá finnum við smátt og smátt fyrir ákveðin áhuga. En hvað ber að hafa í huga ef slík fullyrðing til staðar? Mér langaði að byrja á því að snúa aðeins þessari fullyrðingu að ykkur, stjórnendum í fyrirtækjum. Vilt þú að starfsfólk þitt talar íslensku? Af hverju finnst þér þetta mikilvægt? Þetta því að þú finnur fyrir ákveðnum þrýstingi hjá samfélaginu nú þegar? Þetta stolt? Þetta metnaður? Eða finnur þú fyrir ákveðna samfélagslega ábyrgð í þeim efnum? Hvernig nálgast þú þetta viðfangsefni? Treystir þú yfir höfuð á árangur geti náðst? Finnst þér áhersla á íslensku óþarfa vesen eða getur þú séð að hún stuðlar að jákvæðri þróun fyrirtækisins? Af hverju erum við að spyrja þessar spurningar ykkur? Af því að þín skoðun skiptir öllu máli. Þú ert að setja strik í reikningin og þú hefur áhrif. Og segjum að þú svarar þessari spurningu jákvæði. Já, ég vil það. Hvað svo? Hvað gerir ég svo? Það svo sem búið að koma alls konar lausnir fram. En það sem ég hef heyrt marg oft til dæmis, allt í lagi, ég ætla að fórna nokkrum tímum á vetratíma, skulum bara panta íslensku eitt fyrir alla. Já, það getur verið í örfáum tilvíkum góð hugmynd. En í langflestum, því miður, þetta ekki góð nálgun á málefninu. Og ég ætla aðeins að útskýra sem innflytjandi og sem manneskja sem enn að læra íslensku af hverju þetta kannski ekki það heppilegasta í stöðunni. Og við verðum alltaf að byrja á byrjuninni, þrátt fyrir að okkur finnst þetta stundum leiðinlegt. Ef við skoðum aðeins hvar starfa innflytjendur í ferðaþjónustu, nú þegar við finnum þau. Í ræstingum, til dæmis herbergisþrifum, í móttökustörfum, til dæmis á hótelum og bílaleigum og fleirum stöðum, í eldhúsinu, þeir starfa sem þjónar, leiðsögumenn, bílstjórar og fleiri. Og rannsóknir sýna að í rauninni fyrsta starfið flestra innflytjenda á Íslandi, hér á landi, í ferðaþjónustu. Og fyrsta tungumálið sem þeir læra hér á landi enska. Og við erum öll að sammála allavega hér í sal ábyggilega að það tímabært að breyta því. Ef við skoðum aftur frá byrjuninni og spyrjum okkur þessa smá óþægilegar spurningar, hvernig yfir höfuð lærir fullorðin manneskja annað tungumál. Og mér langar að þið séu í augnablik að gleyma aðeins reynslunni ykkar frá því að læra í barnæsku, annars var ensku eða dönsku hér á landi, af því að fullorðin manneskja nálgast efni á allt annan hátt heldur börnin, allavega að einhverju leyti. Og ef við hugsum af hverju á ég yfir höfuð að læra nýtt tungumál, þá verður að vera ákveðin ástæða til staðar. Ég get séð ákveðin atvinnutækifæri eða önnur tækifæri í því að læra þetta annað tungumál. Það getur verið ástin sem ég fann í öðru landi og mér langar að skilja aðeins betur þetta tungumál. Það getur verið áhugamál, það getur verið vinnátta, það getur verið það að ég á von á nýju fjölskyldumeðlimi sem í öðru landi. En segjum að ég búin að taka þessa ákvörðun hvort þetta verður spænska, ítalska eða þýska. Ég ætla að læra þýsku, segjum. Það orðin ástæða til staðan, ástæða sem við getum sagt að sé í raun og veru hvati. Svo tek ég þessa ákvörðun, með ákvörðun legg ég á mig að sitja, óþægilega kennslustundir og ákveðna erfiðir tíma. Ég ætla að útsetja mig fyrir ákveðin próf til þess að tjekka hvar ég stend. En það mun ekki ganga upp ef ég að útsetja mig bara fyrir þessa erfiða tíma. Ég þarf að blenda ákveðni skemmtun inn á milli. Sækja bíómyndir, leiki, viðburðir á öðru tungumáli, kannski byrja að lesa einhverja bækur, en mér langar helst í einhvers konar ferðir til þess að geta átt í samskiptum á þessu tungumáli. Svo þessi mín eigin vinna sem ég þarf að leggja inn á milli getur verið líka mjög skemmtileg og gefandi. Og ég geti rauninni skoðað og prófað mig áfram. En allt þetta krefst mikinn tíma. Það fer mikinn tími í það að læra nýtt tungumál. Og það ekki bara tími sem
nauðsynlegt fyrir að læra nýtt tungumál. Það virðing sem verður að vera til staðar í öllu þessu ferli. Ef ég að nálgast nýtt tungumál, það verður að vera virðing til staðar fyrir sjálfa mig og fyrir tungumálið og landið sem ég að fara að kynnast. Af því að í rauninni gagnkvæm virðing forsenda hvata til íslensku náms. Virðing fyrir menningu og tungumáli og vera tilbúin til að deila henni með öðrum. Ef ég vil að starfsfólkið mitt kynni landið Ísland fyrir ferðamönnum, þá þarf ég líka að kynna þetta land og menningu fyrir þeim. Virðing fyrir menningu og tungumáli annara verður líka að vera til staðar ákveðin forvitni. Gagnkvæm virðing, gagnkvæm samskipti, traust og áframhaldandi forvitni. Nú langar mér aftur að spyrja ykkur þessa smá óþægilega spurningu. Berð þú þá virðingu fyrir starfsfólkið þínu? Þá langar mér að taka hana aðeins lengra með því að spyrja hvort þú ber virðingu. Hvað veist þú þau? Og þetta verður aðeins erfiðara í mjög stóru fyrirtæki eins og hefur komið fram til dæmis það sem það eru 400 starfsmenn. Kannski kann ég ekki alveg að nefna alla og segja nákvæmlega allt alla, en það eins og langflest fyrirtæki í ferðaþjónustu hér á landi eru, þá eru þetta tiltölulega lítil fyrirtæki sem alveg hægt að læra öll nöfn. Og af hverju nafn starfsmanna mína skiptir máli? Ef við hugsum innflytjendur sem koma hingað til landslab, jafnvel til styttra tíma, þá eru þau oftast að koma bara með lítinn bakpoka og allt sem þeir eiga þeirra nafn, persónuleiki, saga, allt sem frekar ósýnilegt og ég þarf að gera þetta skref að nálgast það. Hefur þú prófað til dæmis að spyrja hvort þú sért að segja rétt nafnið þeirra? Þarna skapast ákveðin virðing, þarna ertu að byrja að nálgast starfsfólkið þitt og að setja líka ákveðin hvata fyrir þegar þú ert að fara að læra nafnið mitt. Mér langar að þú segir það líka rétt, þó að þetta sé miklu krefjandi. Og náttúrulega nafnið mitt ekki tilvalið kannski til að prófa það. Alexandra frekar auðvelt að segja á öllum tungumálum á heimsvísu. En það í rauninni það sem þú þarf að hafa í huga þegar þú byrjar að nálgast íslensku náms eða innleiða íslensku kennslu á vinnustað. Þú verður að tekka aðeins á samsetningu fólks. Og í langflestum tilvikum verða þetta fólk sem hefur ekki bara komið til styttra tíma hingað til lands til að sinna þessari vinnu. Heldur hversu margir af þeim, hvernig þeir eru samansett, hversu margir af þeim hafa verið til margra ára hér á landi, kannski áratuga, hversu margir hafa verið nýkomnir til Íslands. En leið og við erum að setja þessa samskipti, áherslu á samskipti og forvirkni í forgang, þá getum við byrjað að búa til grundvöll fyrir traust og í rauninni innleiðingu íslensku náms. Það næsta í rauninni það sem gerir okkur eða getur verið ákveðin áskorun í innleiðingu íslensku náms, af því að við verðum líka að spyrja okkur þessa spurninga, hversu oft yfir höfuð starfsfólkið mitt í samskiptum við aðra. Og þetta verður sérstaklega krefjandi í þessu umhverfi þar sem, já, við erum með marga bílstjóra, við erum með marga sem kannski sinna ákveðnu hlutverki en verða annars ekki í mörgum samskiptum. Af því að ef við erum að fara að nálgast þetta efni hvernig við innleiðum íslensku náms, þá verðum við að hafa í huga hversu oft kemst þetta fólk í snertingu við íslenska menningu og tungu. Ef þetta kannski kemst ekki einu sinni í snertingu við samskipti við annað fólk yfir höfuð. Þannig að þegar við erum að fara að safna þessum upplýsingum, þá í rauninni eina í stöðunni, við verðum alltaf að byrja á samtalinu. Með því að byrja á samtalinu við starfsfólkið mitt, þá ég að gefa þeim að þáttakendum í þessu verkefni. Þá ég að leiða fólk saman, þá ég að nálgast fólki á þeirra forsendum. Og í rauninni get ég virkað þau, en á sama tíma hleypt þeim inn á ákvörðunartöku. Það mikið létti í því að hafa í huga, þú berð ekki alla ábyrgð, þú mátt sækja aðstoð hjá þínu samstarfsfólki eða starfsfólki þínu.
þeir geta alveg tekið þessa ákvarðanir sem þeir finnst erfitt að taka. Þeir vita í rauninni betur hvernig hendar þeim að nálgast þetta efni og læra áfram. Svo þar þú ert búin að taka niður þessar niðurstöður samtals sem ábyggilega líka hægt að gera í gegnum þetta frábæra verkfæri sem Nicole búin að kynna fyrir okkur, þá ert þú að búa til stefnu, skýra stefnu. Og það miklu líklegra að starfsmenn þínir ætla að taka undir þessa stefnu og vera bara með mjög jákvætt viðmót ef þau eru búin að vera þáttakendur á öllu leyti í öllum skrefum að þessari stefnu. Svo þegar þú ert að fara að taka þessa stefnu þá þarftu líka í rauninni að taka ákveðin áætlun. Hvernig ætla ég að framkvæma það að innleiða íslenskukennslu í mínu fyrirtæki? Og þá fyrirsjáanleiki í lykilstöðu. Ef þú ert með fyrirsjáanleika þá miklu líklegra að fólk getur séð fyrir sér, þetta verður ekki einhvern veginn hipp som haps í dag, eigum við þetta námskeið á morgun þetta námskeið og ég núna skikkaður í það að samt sitja kennslu hjá þessum aðila og meðan ég líka beðin að sýna auka vaktir eða eitthvað álíka. Svo þarft þú náttúrulega líka að setja þig í samband við fræðsluaðila, viðurkennda fræðsluaðila, til þess að hugsa hvers konar framboð á námskeiðum, blöndunum námskeiðum get ég boðið upp á. Það þarf ekki að vera mjög þungt. Við getum byrjað mjög létt eins og mörg dæmi hefur komið í dag. Og það hefur líka verið talað að nauðsynlegt sé að veita fólki viðurkenningar, hrós og áframhaldandi hvatar. Af því að í rauninni grunnstaða fyrir þeim það að setja þeim bara þetta skilaboð. Ég sé þig og ég sé að þú ert búin að náð á hverju árangri og ég hvet þig til þess að halda áfram. Og þegar þú ert búin að taka þetta allt saman, þá hvet ég þig líka til þess að endurskoða ráðningarferla. En ekki fyrr og þú ert búin að prófa að innleita þetta á einhverjum tímapunkti. En þá borgar sig að segja, hér tölum við íslensku. Ég búin að setja saman nokkra hvata á þessum glærum, af því að margir halda að eini hvati sem til staðar á vinnustað launahækkanir eða stöðuhækkanir, en það eru miklu fleiri til. Og í rauninni það líka búið að koma hér í dag fram að markmið af innleiðingu íslensku náms á vinnustað á að vera alltaf vinn-vinn. Við erum að tala hópeflun þar sem sameiginlegt tungumál skapar tækifæri fyrir betra vinnustadamenningu og betra teymisvinnu. Starfsfólk sem búið að ná tökum á tungumáli öruggara og sjálfbærara líka í daglegu lífi og sömuleiðis í starfi. Ímynd fyrirtækisins traustveikjandi ef starfsfólk fær tækifæri til að þróast innan þess og það þarf alltaf að hafa í huga að einblína á samskipti en ekki stökk orð. Af því að samskipti dregur úr ágreiningum af vinnustað og ótta við aðra menningu og hvetur fólki áfram. Af því að fjárfesting í íslenskukennslu fjárfesting í mannauði fyrirtækisins eins og það hefur líka komið fram í dag en nauðsynlegt að ítreka aftur og aftur. Og fjárfesting í aðgengi starfsfólks að íslenskri menningu og tungu skylda okkar og eitt helsta jöfnunartól samfélagsins. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Kæra þakkir fyrir þetta, Alessandra, og kæra þakkir til ykkar allra að koma hingað og veita okkur innblástur til frekari verka. En við erum komin að lokum hér í dag og það má segja að íslenskukennsla ekkert endilega okkar einkamál í ferðaþjónustunni, þetta á við allar atvinnugreinar, þannig að þó að við höfum verið að einblína á ferðaþjónustunni í dag. Það augljóst að það mikill áhugi og það vilji að efla íslensku innan ferðaþjónustunnar en kannski vantar okkur þennan hvata til að fara af stað, hvata til starfsmanna, hvata bara inn í kerfi hjá okkur. Við erum með þetta risastóra fjall fyrir framan okkur og við vitum ekki hvernig við eigum að komast yfir það og hvert fyrsta skrefið í þessari vegferð. En í dag kom fram að það eru leiðir yfir fjallið og það eru vörður á leiðinni sem að hjálpa okkur að taka þessi skref og taka í rauninni kannski minnka verkefnið. Það að
sjá verkefnið fyrir framan okkur gerir það rosalega stórt, en þegar við erum komin inn í það þá kannski verður það ekki eins stórt. Það líka gott að minna okkur á að það eru fleiri að hugsa þessi mál heldur en bara við innan okkar fyrirtækis eða okkar starfsvæðis, þannig að það eru lausnir þarna úti og það er stuðning að fá og líka í þínu nær umhverfi. Og náttúrulega líka fyrir okkur sem að vinna í stoðkerfinu, þá er mikilvægt að minna á það að við þurfum að halda þessu á lofti, við þurfum að minna á það sem er í boði og svona koma þessum skrefum á framfæri. Í öllum landshlutum, allt í kringu landið, eru virk stuðningskerfi og fræðslunett sem er að vinna að námskeiðum og hjálpa fyrirtækjum að fara í gegnum þetta. Þá bendum við líka á að það er stuðningsefni eins og Nicole kom inn á, það er töluvert af efni inn á hæfni.is í gegnum hæfnisetur ferðaþjónustunnar og það miðar náttúrulega við kannski starfsmenn í ferðaþjónustu, þannig að við þurfum alltaf að taka mið af því að orðaforðinn miðar svolítið við þá grein sem við erum að vinna í og það fólk sem við erum að vinna með. Inn á hæfni.is, þar eru þá meðal annars framboð á íslensku námi og upplýsingar og hagnýt ráð sniðmót að íslenskri málstefnu. Þessi mentamorgun, hann er tekin upp og verður upptakan aðgengilega inn á hæfni.is og Facebook síðu hæfnisetursins og YouTube síðu sömuleiðis. Þannig að þetta verkefni ætti að vera hægt að nálgast hjá Markaðsstofu landshlutana og SAF sömuleiðis. Næsti mentamorgun verður á 9 ári og við hlökkum til að deila því efni með ykkur. Hvetjum ykkur til að skrá ykkur á póstlista hjá okkur og þessum samstarfsaðilum sem standa að verkefninu. Og að lokum, þá vil ég bara þakka ykkur öllum fyrir að horfa og fyrir að hlusta. Takk fyrir okkur.